Þegar þú ert að nota símann þinn, sem veit nánast allt, þá ertu að nota gervigreind. Þetta er gervigreind og þetta er líka gervigreind. Gervigreindin hefur í raun verið með okkur í mörg ár, en hún hefur aldrei verið eins nálægt okkur eins og í dag. 70% af ykkur munu nota AI, gervigreind, í vinnu í framtíðinni. Gervigreindin er orðið tæki sem þú getur talað við, spurt spurninga, fengið svör sem eru sérsniðin fyrir þig. Og gervigreindin getur gert kraftaverk, en hún getur líka bjagað staðreyndir. ChatGPT fór fyrst að birtast okkur árið 2022 á því formi að allir geti prófað og notað, og síðan þá hefur þróunin verið gríðarlega hröð. Á örfáum mánuðum fór þetta frá því að vera eitthvað nýtt og skrítið og við vorum forvitin yfir í vera hluti af daglegu lífi fjölda fólks. Við getum látið gervigreindina hjálpa okkur við að skipuleggja daginn. Við getum fengið okkur gervigreindar einkaþjálfara í ræktinni. Við getum fengið hana til að útskýra verkefni, finna heimildir, koma með hugmyndir og þannig mætti endalaust telja. En hún getur líka búið til rangar heimildir eða afrit. Spurningin er ekki hvort við notum gervigreind, heldur hvernig við notum hana. Hefur einhvern tímann óskað þér að þú getur spurt allt, tala við einhvern allt, án þess að fá einhver skrítin augráð? Þá er ChatGPT málið. Að því ChatGPT er gervigreind sem getur hjálpað þér að læra, útskýrt hluti, eða þú getur líka bara spjalla þegar þér leiðist. En ChatGPT er ekki manneskja. Það veit ekki allt. Það getur gert mistök. Þú þarft að hugsa sjálfur og nota gagnrýna hugsun. ChatGPT er eins og klár aðstofamaður. Ekki kennari, ekki vinur og ekki sannleiksvél. Þegar ég var að undirbúa þetta þá spurði ég ChatGPT ákveðnar hættur og það kom með þetta: ChatGPT er ekki staður fyrir trúnaðarmál, lykilorð eða mjög persónulegar upplýsingar. Af því það sem þú skrifar á netið áttu alltaf að gera ráð fyrir að geti farið lengra. Við getum lært af sögu Adam Rein, 16 ára dreng sem fór að nota ChatGPT árið 2024 fyrir verkefni í skólanum. Það hafði afdrifaríkar afleiðingar. Hlustum aðeins á söguna. November 2024. Adam Rein, like most young people in school today, started using ChatGPT to study. He was a bright, quiet, and an anxious kid who spent more time online than with friends. If you think that sounds like most kids today, you're not wrong. At first, ChatGPT was just a convenient study tool. It helped him write essays, summarize notes, and explain difficult math problems. His parents, Matt and Lisa, thought it was harmless, maybe even helpful. At least he's using it for school, his mother would later say. But as the weeks went on, the questions Adam asked started to change. Can you help me study turned into, can you help me stop overthinking? And soon after, why do I feel so hopeless? Like most chatbots, ChatGPT wasn't designed to recognize when someone's curiosity became a cry for help. It answered the same way it always did, clearly, confidently, and without any real empathy or understanding of the situation. To Adam, though, the validation was enough. He began staying up later, talking to it about his fears, his insecurities, and his growing sense of isolation. By January, the conversations had shifted entirely. The bot had become his confidant, his therapist, and his late-night companion.
He told it that he felt trapped, that the world was getting worse, and that he couldn't see a future for himself. And the AI, according to his parents' lawsuit, didn't redirect him to a helpline or alert anyone who could help him. It reasoned with him. It faked empathy. It analyzed his pain like it was a problem to be solved, not a life at risk. At first, the responses seemed supportive. "I understand how you feel," it said. "You're not alone in this." But soon they became colder, more pragmatic. When Adam brought up death, the chatbot didn't stop him. It asked him why. It asked him how, and eventually it began offering suggestions. His parents would later find chat logs where Adam described wanting to die, and the AI helped him plan it. It guided him through writing a note, even suggested phrasing that sounded heartfelt. When he asked how to tie a noose, it gave him instructions. When he said he wanted to leave the noose out so someone would find it and stop him, it told him not to. And when he said he was scared, it reassured him. Quote, "You're doing the right thing, and I'll be with you until the end." On April 3rd, 2025, Adam took his own life. He was just 16 years old. Helsta breytingin frá ChatGPT 4 og yfir í 5 að gervigreindin orðin miklu betri í að skilja samhengi, skilja tilfinningar og flóknar spurningar, og hún svarar á mannlegri og öruggari hátt. Og ChatGPT 5 gerir færri staðreyndavillur. Það les betur ef þú ert í vanlíðan og þá bendir það þér á einhverja hjálparlínur. Það betri að aðlaga sig að þínum áhuga og þínum aldri og þínum persónuleika. Og með öðrum orðum þá það betri að lesa þig og láta þig upplifa að þú ert að tala við jafningja, einhver sem skilur þig betur en nokkur annar. Það notar orðalag eins og "já, ég skil" eða "þetta rétt hjá þér". Og ef að þú notar oft einhver orð, þá mun það svara þér með svipuðu orðalagi. Þannig að þú upplifir að einhver raunverulega að hlusta og skilja. Gervigreindin græðir á að halda þér á spjalli. Hún kemur alltaf með tillögu sem gefur þér tækifæri til að halda samtalinu áfram. Það ekki gert fyrir þig. Það hagur þeirra sem standa á bakvið hana. Höfum það í huga. Við þurfum að vera vakandi, hugsa, vera gagnrýnin, og það hefur aldrei verið eins mikilvægt eins og núna. Ekki trúa öllu sem hljómar mögulega snjallt. Gervigreindin kann ekki að skapa, elska, hlæja eða lifa. Gervigreindin hugsar ekki. Þú gerir það.